Nú hingað komin annar sjómaður og hann sá reyndar úr Vestmannaeyjum og það Ási í bæ. Auðvitað heitir ekki Ási, það? Nei, ég heiti eftir afa mínum og hann hét Ásgeir. En hann bjó í húsi sem hét Litlibær og ég var nefndur eftir húsinu strax ég var smá barn. Út í Eyjum. Út í Eyjum, já. Og þótti svo hæfa bara að halda þessu. Var það snemma sem þú tókst þér þetta nafn? Ég tók mér aldrei, ég var bara nefndur þetta. Já, frá því þú varst drengur. Já. Nú en þú ert löngu hættur á sjónum, er það ekki? Já, það er svona í alvöru. Það er 10-12 ár sem ég hætti í alvöru á sjónum. Þó hef ég nú skroppið svona öðru hverju. Nú var það fóturinn sem angraði þig? Já, það var fóturinn sem angraði mig. Það er nú búin að því lengi að vísu en það var meðal annars það. Og varstu þá alltaf á trillu eða? Já, ég var á aðalega á minni bátum. Og áttu bátið sjálfur þá eða? Já, ég átti stundum báta sjálfur. Svona upp í 40 tonna báta. En núna, ferðu nokkuð að sjói núna? Já, ég fer alltaf á sjó í gett. Og ég fór aðeins hérna út í Flóa í sumar og náttúrulega rótfiskaði eins og vantir, sko. Nú, þú býrð hér í Reykjavík? Já, ég býr hér í Reykjavík. Búinn að búa hérna í 10 ár. Nú sækir þú þér yrkisefni til hafsins aðalega, er það ekki? Þú yrkir sjómenn og vín og víf. Jú. Getur lýst þig fyrir okkur hverjir þessi töfrar hafsins eru? Hvað heillar menn svona mikið? Já, lýsa sjónum, sko, það hafa mörg stórskáld reynt að gera það og það er allir jafn hrifnir af sjónum, það er alveg sama, ef menn kynna sjónum annað borð þá er svona mikil hrifning, það er margt, hann er djúpur og hann getur verið svo sléttur að það er ekki hægt að slípa neitt eins og þarna allt í milli að það er ægilega miklu öldur og svo þetta slétta að kvöldi, að morgni, að nóttu, töfrar sjávarins er óendanlegir. Og hvernig væri þú reyndir að lýsa fyrir okkur töfrum hafsins með því að taka lagið? Já, ég segi það náttúrulega ekki að allir töfrar hafsins séu þarna samankomnir en það er guðvelkomið að ég taki hérna í verum. Áður var nóg af síld í sænum, sunnan frá Gerpi að Skagatá. Þá var nú fjör í fiskibænum, flogist og sopið á. Braskarar voru þá fljótir að fitna, fengu stelpurnar meir en nóg. Nú sko orðin öldin önnur, ekki fæst bein úr sjó. Gefi nú góðan byr og glannaleg síldarköst, svo koppurinn fyllist og kaffirninn fyllist og kraumi í blárri röst. Svo höldum við hafnar til og heilsum með gleði brag þeim lífsglöðum meyjum sem löngum við þreyjum og létt okkur strangan dag. En léleg var hýran þótt lengi við bíðum lukkunnar stóru norður þar. En Svelland úti á síldarmíðum, sólin nígur í mar. Drekka þar saman rennandi rauðvín, ránardætur og himinský. Í bröggunum stelpurnar buðu upp á kaffi og brjóstin sín ung og hlýf. Gefi nú góðan byr, æ grátt ekki ástin mín. Þó ég sé á förum frá freistandi vörn, í fjarska ég minnist þín. Svo siglum við suður á land, því síldin komin þar. Og braskarar kæðast og bytturnar mætast og verjast stelpurnar. Í Grindavík drukkum við daga og nætur, drungaleg ströndin og veður höst. Þar heiðvirðar heima sætur, hræddar við eftir köst. Aldrei sáum við sölku völku, já svo hefði kunnað það franska lag. En gættandi rakkarnir gáfu til kynna öfugan sveitarbrag. Gefi nú góðan byr og gráðuga síldi nóg. Svo koppurinn fyllist og kaffirinn fyllist og koksa dreymir ó. Svo höldum við hafnar til,
hreistraðir upp fyrir haus. Þó sjóði á keipum og syngi í reipum sjóarinn óttalaus. Að síðustu lentum við út í eyjar og oft séð þar garri og sjávarró. Þar glettnar glæsimeyjar sem gef okkur undir fót. Eftir köstin þær aldrei hugsa, því ástin þeirra hjartans geim. Fyrst stígum við dansinn stundar lengi og stingum svo af með þeim. Gefið þá góðan byr af glitrandi þorski nóg. Svo koppurinn fyllist og kapteinninn fyllist og draum í grænum sjó. Svo höldum við hafnardyr og heilsum með gleði brag þeim lífsglöðum meyjum sem löngum við þreyjum og létt okkur strangan dag. Suðrinu fljúa sólskinsdagar, sumarið heilsar strönd og ver. Lifna þá aftur landsins hagar og lífið í brjósti ver. Ungir við leitum ævintýra á ólgandi veraldarrútunni. Þar til að endingu loks við lendum á lífstíðar skútunni. Gefið þá góðan byr og glannaleg ástarköst. Þó krakkarnir argi og kettlingin gargi og kraumi í hjónabans röst. Stýrum því strikið enn og stefnum til betri hags. Þó sjóði á keipum og syngi í reipum til síðasta lokadags. Reykjavík 1978. Breiðholtið og miðbærinn. Þetta úr þættinum Vöku þar sem fjallað var byggingarsögu Reykjavíkur. Umsjónarmaðurinn Gylfi Gíslason stiklaði á stóru, sýndi hvernig þorp breyttist í bæ og bær í borg. 1750 þegar að Skúli stofnaði innréttingar sínar þá lá þjóðvegurinn hér niður Arnarhólinn og við sjáum enn marka fyrir honum. Og hvar eðlilegast að byrja kynningu þorpsins sem einu sinni var? Það í Aðalstræti þar sem að Skúli byggði innréttingarnar og Ingólfur Arnarsson talinn hafa reist bæ sinn. 1786 þegar kaupstaðurinn stofnaður í Reykjavík þá mæld út ferhind lóð hér í Kvosinni og takmarkast hún hér að vestan af Aðalstræti upp í Brekkurótunum, að Hafnarstræti eða af Kampinum og að austan af Læknum sem Lækjagata kennd við og að sunnan af Tjörn. Og við skulum nú aka hér dálítinn hring og skoða eins og Reykjavík lítur út í dag. Hér Aðalstræti á þessari teikningu og vegurinn liggur hér út í grófina þar sem uppsátrið Hafnarstræti liggur hér í boga í Kampinum og reyndar gerir það enn. Það liggur eftir boganum sem liggur hingað fram og hér vaðið yfir lækinn. Vegurinn sem ég talaði liggur hér upp og hér það sem nú stjórnarráðið.
sem þá kallast Múrinn og hér eru hafðir fangar eða sakamenn. Hér upp með læknum hjólaði ég áðan og hér yfir. Kirkjan 1786 stendur hér og hér er Hólavallaskóli. Hann hafði verið fluttur hingað til Reykjavíkur en síðar var hann fluttur nokkrum árum seinna til Bessastaða. Við skulum líta á annað kort. Það er frá 1801. Þá voru íbúar orðnir 300 og við sjáum að litla þorpið hefur heldur betur tekið vaxtarkipp. Þá hafa flust hingað fjöldamargir kaupmenn og þeir byggja hús sín eftir kambinum. Og kirkja hefur verið byggð, 1792 er hún byggð hérna og þá er rifin gamla sóknarkirkjan og þetta er dómkirkja. Fyrsta húsið er að byggjast hér við Löngustétt sem kallað er. Það er Austurstræti sem verður síðar. Og komin er brú hér yfir lækinn og það er tekið að byggjast hér upp í Grjótaþorpinu. Og það er tómthúsmannabæir, það eru menn sem róa til fiskjar og ganga hér niður brekkuna, niður í Sjávargötu Ingólfs. Næsta kort sem við höfum er frá 1836. Þetta er aldanskur bær sem við horfum á. Öll hús eru svört og lág og hér eru hjallar og allskyns byggingar. Þó hefur bæst talsvert við þorpið og stjórnaráðið sem nú er, það hefur breyst í íbúð æðsta embættismanns á landinu. Vegurinn er kominn hér upp, Bankastræti sem við köllum nú, og bakarinn er farinn að baka brauð, Bernhöft. Og tómthúsmenn eru að byrja að hreiðra sig hér upp með veginum. Íbúar er á þessum tíma 600. 1850 var mikill uppgangstími, þá skeðu ýmsir hlutir, en næsta kort sem við skoðum, eða teikning, hún er frá 1876, þegar að kaupstaðurinn er 90 ára gamall. Og hér hefur heldur betur skipt Hér býr nú þjóð með eigin stjórnarskrá, sem hún fékk 74 á 1000 ára afmælinu. Ef við lítum á Múrinn, þá er þar búið að byggja kvist og það er farið að byggja beggja vegna hér við Hafnarstrætið, fram á kambinum. Þannig að sú gata er að myndast. Lækjatorg er að byrja að sjást hér fyrir framann og Lækjargata þarf að koma stofulítil mynd af hana. Einhver stærstu tíðindin eru þó það að menntaskólinn er komin hér, lærðiskólinn sem kallað er. Hann er eina húsið í bænum sem er málað og hann er rauður á litin. Í þakka er einnig komin hér við hliðina, steinhús, og það er búið að byggja tukthúsið við Skólavörðustíg. Laugavegur heitir ekki Laugavegur á þessum tíma, heldur heitir hann Vegamótastígur. Og hér eru vegamót, hér liggur vegurinn inn í Laugarnes og í Laugarnar og hér aftur vegurinn sem fer austur. Tómthúsmannum hefur fjölgað og talsvert löngu áður þá hefur verið krafist þess að einhverju skipulagi verið komið að þennan bæ. 1840 er fyrsta húsið byggt samkvæmt skipulagi eða byggingarsamþykkt og það er Símsens hús sem stendur hér. Ef við lítum aðeins á Vesturbæinn þá er hér komið Glasgow en það var feikna stórt hús, jafnvel stærra heldur en menntaskólinn. Og áfram vesturgötuna, þar eru Hlíðarhús og hér eru skipstjórar sem að byggja húsin og skútuöld er runnin upp 10 árum áður og gerir miklar framfarir. Kirkjugarðstígur sem kallaður er, áframhald af Aðalstræti, liggur hér upp og nú er hægt að nota kirkjugarðinn gamla og farið að jarða í nýja kirkjugarðinum upp á Hólavöllum. Það hefur verið reist mylla, hún er hér á Hólavallatunnu og hún malar fyrir bakaran í Bennhöfts bakaríi. Hér sjáum við nokkur hús sem líta má á sem eins konar tímamótabyggingar í stuttri byggingarsögu okkar því að þau eru öll boðberar nýra tíma í tækni og aðferðum og hafa öll leitt af sér ákveðin hús.
og þá fyrst að nefna Menntaskólann. Hann var tímamótabygging þannig að hann tilhöggvinn í Noregi og kemur hingað til Íslands og íslenski smiðir, þeir læra mjög mikið af byggingu hans og þeim ex ásmegin við það að byggja þetta hús eða hjálpa til við það. Og síðan það tukthúsið, það byggt 1872, það steinhús og þar læra menn að hlaða á steini og það hefur verulegt gildi fyrir framtíðar byggingar. Síðan það að inn flutt aldamótin eða rétt fyrir aldamótin 2 norsk hús og þau standa 2 í Þingholtsstrætinu og skreytingin á þeim og formið, það gekk mjög í augun á fólki og fólk vildi eignast svona hús og íslenski smiðir, þeir tóku til við að byggja hús sem mjög líkt þessu. Nú, síðan það steinninn, þá fara menn að steypa og þetta að vísu ekki fyrsta steinhúsið í Reykjavík eða neitt slíkt, þetta byggt 1913 en það olli tímamótum þannig að í þessu húsi steypt gólf og það var til þess að auka mjög tiltrú manna á þetta efni. Síðan kemur að því að nútímaform kemur inn í byggingarlistina. 1930 þetta hús byggt og það tilheyrir funkistefnunni. Hér allar línur mjög hreinar og klárar og þetta hefur haft verulega mikil áhrif á alla byggingarlist síðan. Síðan þá það hinn típiska blokk eins og þær byggðar í Breiðholtinu. Þessar blokkir byggðar með vélum og gjarnan með stálmótum sem hífð upp og niður og út frá því þá skapast ákveðið form og ákveðin hraði og svona hús byggð hvarvetna í heiminum. Við sjáum nú atriði úr þættunum Á vorkvöldi sem var á dagskrá 1978. Fyrst hljómsveit sem var býsna vinsæl á ofanverðum 8. áratugnum, Brunaliðið. Morgun kominn í dagur og sporin sem ég steig í nótt fyrnast fljótt á þessum stað. Gleymir þú mér eða hvað? Skipið skríður frá landi með
Hljómsveit Óge Lórans kom líka fram í þættinum á vorkvöldi 1978. Með hljómsveitinni söng Sólveig Thórarensen sem var skeið kynningarþulur í sjónvarpinu, en hún söng á árum áður með hljómsveitinni. Ich bin vom Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Das ist, was soll ich machen, meine Natur. Ich kann halt leben nur und sonst gar nicht. Männer umschwirren mich wie morgen das Licht, und wenn sie verbrennen, ja dafür kann ich nicht. Ich bin vom Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Das Licht, und wenn sie verbrennen, ja dafür kann ich nicht. Ich bin vom Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Lag Jónasar Jónassonar við ljóð Ragnars Jóhannessonar Hagavagnin hefur heyrt í ýmsum útgáfum undanfærin ár. Jónas söng þetta fallega lag sitt sjálfur í þættinum á vorkvöldi 1978. Við píanóið var Magnús Pétursson, en Rósa Ingólfsdóttir teiknaði myndir sem fylgdu með. Stúlkan mín á heima vestri höfum, hún í búði Laugaveg, miðdepill í ótal ástarsögum, enginn veit það betur en ég. Babydoll hún selur á nælonsokka og sjálfum nætur klæðist því. Í rauðu hári hefur hún hvíta lokka og hún sæt í bikini. Mig dreymir hennar þýða yndisþoka þegar ég háttaður. Hún óræð eins og myndirnar á moka, svo maður verður gáttaður. Með fagursveigða vör sem Venus boga og vöxtur svona la-la-la, sem götuvitar grænu augun loga og göngulagið tja-tja-tja. Og næfur þunnum náttkjólum hún klæðist, svo næstum sést þar allt í gegn. Til hennar hverja nóttu hugur læðist, því einlífið mér megn. Með henni ég alltaf einhvern veginn, óstyrkur og skortir mátt.
hana set ég leiði í Laugaveginn, við laumumst inn í Hagavagn. Ég stundum fæ að faðma hann á kveldin, uns fer hún í sitt babydoll. En samt til þess að sefa ástareldin, ég syng við hann í dúr og moll. Og þótt mig stundum langi að vera lengur, slíkt leyfist ekki að tala Hún segir alltaf, ertu vitlaus drengur, þú ert að missa vagninum. Með Hagavagni held ég burtu síðan, já held þá í mitt kalda ból. Mig dreymir hennar yndisþokka þíðan og þennan gegnum sæjakjól. En svo von að seinna þetta breytist með babydoll og brúðkaupskoss. Þá nótt hjá henni að vera veitist og vagnin ekkert hrellir oss. Þá nótt hjá henni að vera veitist og vagnin ekkert hrellir oss. Árið 1978 hafði farþegum fækkað mikið með strætisvögnum Reykjavíkur. Forráðamenn strætisvagnanna veltu þá fyrir sér hvernig þeir gætu fengið borgarbúa til að ferðast meira með strætó. Og einn góðan veðurdag, þegar Bryndís Gram tók strætisvagn upp í Breiðholt, var tilraun í gangi. Þetta úr þætti sem var í umsjón Bryndísar og hét Nú nóg komið. Nei, hvað, Skúli Halldórsson hér? Já. Sæl, hvað, vinnur þú hjá strætó? Já, ég er búinn að vinna lengi þar. Já, alveg rétt. Þú ert eini skrifstofustjórinn í heiminum sem fær að hafa píanó á vinnustæði, rétt? Já, það held ég bara. Ertu að æfa þig eða hvað? Nei, ég er nú ekki að æfa mig, ég er að spila hérna fyrir farþegana. Nú, er það eitthvað nýmæli? Já, alveg gjöf nýmæli. Okkur dætti í hjá Strætisvagnar Reykjavíkur að gera ná eitthvað meira fyrir farþegana heldur við höfum gert og gerum tilraun með það núna og ég er á fyrstu vaktinni að spila fyrir farþegana til þess að gera ferðina skemmtilegri. Það veitir ekki af. Já, og við vonandi fáum við fleiri farþega og þeim er fækkað svo hróðarlega undanfarin ár. Já, er það? Já, og horfum við til stóru vandræða, mikið tap og það verða allir Reykjavíkingar að borga þetta, ekki satt? Þú ertu með eitthvað sérstakt á plónunum þá? Já, ég er nú með mjög nýlegt lag sem ég ætla að spila, byrja á því að spila fyrir farþegana og það var nú dálítið saga það og dálítið skrítið að við hjóni vorum að leita að ég var að taka til nóturnar mínar og hún var svona að glugga í gömlum pappirinn sínum, þá fann ég lag og hún kvæði sem fjall alveg saman og þetta heitir Draumljóð. Þannig er að ömmu mína, Theodóra Thoroddsen, að þegar hún var lifandi þá orti hún kvæði sem hétt Rökkuljóð, en þegar hún var dáin þá kom hún í draumi til konu sem var vinkonu hennar, hétt Marta Valgerður Jónsdóttir og fór með vísu sem ég ætla að vera að heyra. Og hún er svona: yfir álinn, bátinn bar, blikaði sól fold og mar, ég ýtti að hlein og eigði þar ástina og lífið hvað sem var. En þetta Rökkuljóð sem ég minnst á áðan sem Theodóra orti áður en hún dó var svona síðasta vísan. Sólarlag ei svíða mein, ég syng mín Rökkuljóð og stundirnar hverfa ein og ein ofan í tímans sjóð. Fleytan bíður mín fest við stein, fram við þið dökkva flóð, ég leys hana senn og legg frá hlein, lúin og göngum óð. En það sem er einkennilegt við þetta eina orð sem hún notar áður hún deyr og eftir hún deyr, það er það að hún ýtir frá hlein og svo þegar hún dáin þá ýtir hún að hlein. Og við skulum vona það að hann hafi Theodóra sjálf komið fram.
furðuleg saga þetta. Já. En hvernig er svo lagið sem þú samtið þetta ljóð? Ég skal lofa þér heyra það. María Markan óperusöngkona á glæsilegan söngferil að baki. 1978 kom hún fram í þættinum Á vorkvöldi sem var í umsjón Ólafs Ragnarssonar. María var ráðin til Metropolitan óperunar í New York 1941, eins stærsta og frægasta óperuhús heims. Hún var ein af 3 sem ráðin var af 723 söngurum sem þreyttu keppni til að komast að rað. Hún hafði þá sungið mikið erlendis, meðal annars farið í söngferðalag Ástralíu, Kanada og Bandaríkin. María fór með mörg stór óperuhlutverk hjá Metropolitan og eins og sjá má á efnisgrá einnar hátíðardagskrár má segja með sanni að hún hafi verið efst á blaði meðal stórra nafna í óperuheiminum. Og nú liðin 37 ár frá því að þessir atburðir gerðust árið 1941 þegar María Markan var ráðin til Metropolitan óperunar. En María enn í fullu fjöri og við fengum hana til þess að koma hérna í heimsókn til okkar í kvöld. Já, það var nú með hálfum huga ég kom hingað. Því að ég held að ætti að setja mig á fótgripasafnið en svo eru þau að byrja mig allt annað. Já, nei, við ætlum nú einmitt að fá að spjalla svolítið við þig og byrja þig að syngja svolítið fyrir okkur. En hvað þið minnistaðast frá þessari dvölðinni við Metropolitan óperuna? Náttúrulega byrjunin. Það var þannig að ég held ég hef aldrei komist eins nálagt því að deyja eins og það kvöld sem ég tróði upp í fyrsta sinn. En það gekk nú allt saman, svo ég þess að sjá að lifi enn. Hvað varstu lengi starfandi? Ég var þar í 2,5 ár. Mest fyrsta ári svona, svo smá losaði ég mig nú frá því að ég fekk önnur áhugamál, var búin að gifta mig og fá lítinn dreng. Og það náttúrulega gerir allt önnur tilkall til manns, svoleiðis að það erfitt að sameina þá hluti hins mér. Manstu hvað þú söngst mörg hlutverk á þessu tímabili sem þú varst þarna við Metropolitan? Já, það var mest hérna Fígaró, því hann nú alltaf verið á eftir mér, ég sungið það í 4 tungumálum. Já. Svo var það Il Trovatore og í Cavalleria Rusticana, partur úr því, það var á galaprógramum sem að ég var oft með og svo var ég líka á prógramum fyrir Metropolitan Over the Air nokkrum sinnum. Í útvarpinu? Já, í útvarpinu, í sal og yfir all Bandaríkin. Já. Þú hefur ekki viljað missa þennan kafla úr lífinu, það? Nei, það held ég nú ábyggilega ekki.
Er þetta ekki draumur allra óperusöngvara? Jú, það var nú svo skrítið, þetta var búið að segja nokkru sinni við mig að ég myndi nú lenda þarna. Ég tók það aldrei mjög hátíðlega og sagði það alltaf, maður getur nú komist vel áfram þó maður lendi ekki á Metropolitan. Til þess að það fyrsta skipti sem að ég man eftir, ég var búin að syngja, þetta var 1930, búin að syngja hljómleika, ég held í Bárunni og Bjarni heitinn Björnsson, leikari og söngvari. Hann var nú búin að vera í Ameríku og víðar og þegar hann var búin að heyra mig syngja áfundtalt eftir Schubert þá hafði hann sagt við að svo allir næst þetta þessi stelpa á eftir að lenda á Metropolitan. Hann hefur eins sannspár. Það lítur út fyrir það. Við erum hérna með nokkra myndir frá þessum árum, frá þessum hlutverkum þínum á Metropolitan óperunni og eins líka ein mynd hérna sem að... Á ferðalögum líka? Já. Til dæmis hér einn sem að mér skilst sé tekin á þessu ferðalagi sem þú fórst til Ástralíu, er það ekki? Já, þarna var ég, fyrsta stoppið var í Durban í Suður-Afríku og þar fórum við svo mörg í land og fengum okkur kerrur sem að negrarnir voru með dróa eftir sér og þeir voru voða grínist að næri hræða mann, það myndi steypa mann aftur og baki. Og ég sendi pappa þetta kort og sagði honum að negrin væri ekta í framan en með hvítkalkaða fætur. Þeir gerðu það allir. Svo það var andlitið sem var ekta en ekki fæturnar. En þú syngur enn? Já, ég er nú... Þú ert nú aðalega kennar, ekki? Jú, ég hef nú til skamstíma verið mest að kenna og svo hef ég nú verið að mjög til hugahægðar líka syngja inn á kassettutæki sem ég þannig að eiga og geyma. Já. Þú ert alveg hérna í fullum gangi að syngja ennþá. Já. Þó þú sett komin á áttræðisaldurinn. Já. Það er ekki að sjá. Já, það er náttúrulega breyting en það er furðu gott eftir aldrei held ég. Og þú lofaðir að syngja fyrir okkur eitt lag eða svo hérna? Ég skal reyna, en þið mikið ætlast til of mikils. En hvaða lag ætlar að syngja? Það er If I Could Tell You eftir Isabella Firestone, sungið á ensku.